Halló? Já. Komið sæl. Nú er komið að öðrum leik dagsins. Það leikur Njarðvíkur og Breiðabliks í 10. flokk karla. Og Hjalti Þór Vilhjálmsson og Sævaldur Bjarnason ætla að lýsa þeim leik. Já. Þessi tvö lið sem sagt voru í Areli í seinasta móti, Íslandsmóti. Og Breiðablik komst hingað með því að vinna KR í undanúrslitum og sem var nokkuð óvænt en gerðu vel. Og Njarðvík vann Grindavík, en Njarðvík, Grindavík og KR eru svona sterkustu liðin í þessum flokki. Og kannski förum aðeins yfir byrjunarlið leiksins, þá númer 4 hjá Breiðablik, Breki og Brynjar Karl og Matthías. Númer 12 er Snorri og númer 11 er Aron. Og hjá Njarðvík já, við förum yfir það aðeins seinna. Og fyrsta sóknin er hérna farin af stað og Atli Karl nær sóknarfrákastinu. Og við sjáum að Breiðablik byrjar í svæðisvörn. Þeir hafa mikið verið í svæðisvörn í vetur. Þá sérstaklega 3-2 svæðisvörn. Þeir eru mjög hávaxnir. Það var góð sending. Þeir eru 4 sekúndur eftir af skólingunni, þeir eru farin á skoti. Þeir eru gríðarlega grimmir í sóknarfrákastunum. Já, þetta er 3. sóknarfrákastið í röð. Og enda með körfu. Já, Kristján skoraði fyrstu körfu leiksins. Þannig að Njarðvík er bara í maður. Þeir byrja á front af stóra strákinn, Breka. Sem er mjög lunginn strákur. Brynjar Karl stelur boltanum. Geysistu böllin. Þessi strákur er 98, Brynjar. Já. Virkilega sprækur strákur. Ragnar Helgi skorar aðra körfu Njarðvíkinga. Hann var að spila með 11. flokki í gær og var þar stigahæstur með 26 stig á móti Grindavík. Þannig sá við góða fléttu. Og Aron skorar fyrstu dublik og Matthías stelur boltanum. Það missar hann aftur síðan. Alli sending. Virkilega vel gert. Og þeim við leiða. Það byrjar nú svona fjörlega. Bæði lið verður svona að reyna aðeins að halda upp í smá tempói og Já, mikið traði og menn ætla að leggja sér dýrt hérna í dag. Það gera sömu flett aftur en það var nú svolítið erfið sending. Snorri með boltan. Erfið skot en glæsileg karfa. Virkilega vel gert hjá hann. Nú eru blikarnir alltaf að pressa. Já, 2-1 pressaði. Það var smá lífi í þetta. Þetta sé hann aftur í svæði. Vel gert hjá Ragnari. Rosalegt skrín hann að miðju. Kristinn með boltan, en Kristinn fór einmitt og spilaði með liði frá Ítalíu núna í vetur. Virkilega mikið efni. Þetta er sonur Palla Kristins. Þetta var hann virkilega vel gert. Þeir ná rosalega vel saman Ragnar og Kristinn.
Þá fyrir Kristinn á línuna, fær 2 víti. Og Snorri virðist á brotið á honum. Kristinn með seinna. Setur þá hann í. Staðan er 7-4 og Njarðvíkingar pressa líka, fara í 2-2-1. Spurning hvort að þeir fara aftur. Brynjar Karl með tækna sendingu. En þeir hafa hann yfir miðju. Þeir eru maður. Þeir fara bara í maður. Og þeir leita greinilega svolítið að Snorra. Þeir spila þarna fína vörn. Brynjar Karl með erfiða körfu. 7-6. Þetta nú alltaf vill. Já. Það kannski Matthías hefði þurft að vísa honum kannski betur á vanginn í staðins að fá hann beint inn í miðjuna. Í pressunni. Já. Það er svolítið erfitt að vera með pressu og láta hann fara miðjuna. Glæsileg sending. Vill ábreyka. Við sjáum að Ragnar er mjög duglegur í því að dræfa körfunni og gefa leið að hjálpinn kemur að reyna að finna auka menn. Hann hefur lært þetta svolítið að bróður sínu greinilega. Já, og Blikarnir taka leikli. Við sjáum að Blikarnir eru komin með 3 villur og meðan Njarðvíkingar eru komin með neina. Ragnar Helgi með 4 stig, Kristján með 2 og Kristinn með 1. Og Blikamegin eru Aron, Snorri og Brynjar allir búin að skora einu hverju. Það er nú leiklega að vera búið og Kristján Örn Rúnarsson er á vítalínunni með 2 víti. Er eitthvað skiptingar? Nei. Það er sömu liðin á. Spurning hvort að annað lið ætla að breyta eitthvað til. Hann klikkar á fyrra vítinu. Ragnar Helgi virðist nú verið að setja upp í einhverja pressuvörna áfram. Já, leiðbeinum mönnum til. Segir Kristinn að fara tilbaka. Hann klikkar á báða vítunum á Brekinn að gráðu frákasti. Þeir bara eru í svæði núna. 2-3 svæði. Og Matthías Örn skora 3 stiga körfu. Þessi strákur er líka 98, alveg svo Brynjar. Inn á í liði Njarðvíkinga er Róbert Arnar kominn inn á. Hann hefur skipt. Góð, glæsilegt spil. Virkilega vel spilað. Það eru duglegir að koma boltarinn minn á miðsvæðið og það sprengjaði vörnina mjög vel. Staðan 9-9. Snorri Vignis með miklu harðfylgi skorar, tekur sóknarfrákastið eftir skot sjálfsins. Óbóðslega duglegur. Blikarnir á frákastinu, keyra boltar upp völlinn. Matthías tekur aftur þryggastöð. Býsna vís fjarri. Njarðvíkingar er svolítið klaufar að missa boltan út af.
Blikarnir með innkast. Sjáum að Njarðvíkarnir konur aftur í maður og mann. Kristinn stelur boltanum. Erfið sending fram völlin sem Matthías stelur síðan strax aftur. Við sjáum það að Blikarnir reyna mjög mikið að koma boltanum inn í. Já, á Snorra sérstaklega. Það var nú svo mikið stærðarmunur samt á Breka og honum Kristjáni Erni. Já. Kannski reynandi að fara þá leið frekar. Já, á Breka. Við sjáum að Ragnar með boltan og annars vildi Matthías fá gildru. Glæsileg sending. Blikarnir eru fastir fyrir í vörninni og eru duglegir að stela boltanum hann undir. Ragnar brýtur klaufalega af sér. Innan við 2 mínútur eftir að fyrsta leikluta og staðan er 11-9 fyrir Breiðablik. Við skildum fara enn á ný inn á sömu fléttuna. Já, bak. Eða dæmt ólögleg skrýning. Matthías fara á sig dæmt á sig ólögleg skrín. Erum við sammála því? Það stóð nú bara frekar löglegt en það er greinilega eitthvað sem ég sá ekki sem að dómari hefur séð. Það kemur skipting á Njarðvík, leikmann nr. 11, kemur inn fyrir leikmann nr. 14. Adam Eiður kemur inn fyrir Róbert. Matthías fara aftur dæmt á sig villu. Það er hans önnu villa þá. Virðist það var skollið höfuð og þeim hefur skollið saman. Og það verður að skipta út af. Engin smá skrámu við augað. Innan kemur leikmann með 7 hjá Blikunum. Kristófer. Njarðvíkingar eru konur með skotrétt. Blikarnir eru með 5 villur, þannig að Blikarnir eru virkilega að selja sér dýrt og eru að brjóta mikið, þannig að það eru að fórna sér í alla bolta. Það klikkar á fyrra vítinu. Klikkar einnig seinna. Klikkar aftur á seinna. Njarðvíkingar búinn að klikka núna 4 víti í röð. Brynjarkarl með afleita sendingu. Og Ragnar Drævar stoppaði hann ágætlega þarna, tóku endalínuna frá honum. Láta bolta ganga vel. Gott sóknarfrákast. Já, góð barátta. Já, annað sóknarfrákast. 2 sóknarfrákastum í röð. Glæsileg sending. Hann hefur þurft að gera þetta betur. Nota spjaldið þarna. Nota spjaldið. Leikmann nr. 7, Kristján Örn, brýtur á sér. Hann þurfti að nota spjaldið hann aðeins betur, þá hafði þetta verið auðveld 2 stig. Virkilega flott sending frá Kristíni. Þeir fara aftur sömu fléttuna. Já. Þetta er nú ágætt matchup, þarna Brynjar aðeins hávaxnari heldur en Ragnar. Og þetta var vel gert. Það var vel gert, vel sótt villa. Og Ragnar fá sína aðra villu. Brynja þá á vítalínunni. Það er að vera með... Hann er svolítið í því að klikka vítum hérna. Bæði lið búin að klikka núna 5-6 vítum í fyrsta leikluta. Glæsilegt sóknarfrákast að Breka og hann klikkar Ragnarna frákastinu. Það var nú skref og hárið eftir dómur. Þeir halda áfram að fara inn á póstinn. Það er aftur backskrín og Breki farin í gegn. Það var glæsileg flett. Virkilega vel gert. Það er Aron sem skorar. Góð sending. Leikmann nr. 11 skorar. Adam Eiður.
skora stig fyrir Njarðvík. Nú 15 sekúndur eftir. Staðan 11-13 fyrir Breiðablik. 7. Spurning hvort að Brynjar Karl með 3 stiga skot. Býsna víðsfjarri. 2 sekúndur eftir. Og Atli Karl náði löngu skoti. Eftir fyrsta leikluta staðan 13-11 fyrir Breiðablik. Hvernig svona líst þér á fyrsta leiklutan, Hjalti? Þetta byrjaði bara mjög fjörlega og það er mikið sókn á okkur. Menn eru að leggja sig hart fram og þetta verður bara þrælskemmtilegur leikur. Byrjaði vel, við erum náttúrulega að fá spennandi leik og vonandi heldur það áfram. Já, svona fyrirfram hefði maður haldið að Njarðvík ætti að taka þetta en þetta er bikarúrslit og það getur allt gerst í bikarúrslitleik. Algjörlega. Heldur það sé ágefni fyrir Njarðvíkinga að Ragnar Helgi sé komið 2 villur? Já, hann er náttúrulega auðvitað þeirra svona, hann og Kristinn eru þeirra aðalmenn, þannig að það gæti hjá þeim. En maður sér það líka að Njarðvíkingar eru svolítið í basli með hæðin á Blikunum. Blikarnir eru að fara grimmt inn í. Já. Við sjáum að Njarðvíkingar eru með 16% vítanýtingu. Eru með 1 af 6 ofan í. Og Blikarnir fengu þessi 2 víti, Brynjar Karl sem hann klúraði þeim báðum. Já. Þannig að það er 1 víti farið ofan í af 8 hjá báðum. En samanskapir Njarðvíkingar eru ekki að hitta vel. Rétt 30% í 2 stiga. 5 af 17 skotum sem hafa sett ofan í. Á meðan Blikarnir eru með 5 af 9, þannig sem eru rétt 56% 2 stiga nýting. En hins vegar eru Njarðvíkingar að rústa þeim í frákvöstunum með 10 sóknarfrákvöst. Þannig að það gefur þeim alltaf önnur skot. Nú er annar leikluti farin að staða, Brynjar Karl dræfur hérna baseline. Glæsilega varið á Kristinn. Ragnar geysist upp. Snorri með frákast. Brynjar Karl kemur upp með boltan. Komið ný leikmaður í lið Blikarna, nr. 8 Oddur Örn. Njarðvík í svæði. Vel gert, vel svo. Hann klúrar. Þá dómarinn var ekki alveg vissi hver þetta ingasti. Njarðvík að fá það. Þarna sprengja þær algjörlega pressuna. Blikarnir halda áfram í svæðinu. Fara inn á Kristinn á hægpost. Þetta var nú kannski að reyna að þvinga boltanum aðeins svo mikið. Já, þetta var fullarðið svo mikið. Þetta var skref en... Já. Þryggjast skot sem Breki ná sóknarfrákastinu og skorar. Breki gerir virkilega vel. Já, vel gert hjá Breka. 15-11 fyrir Blika. Sama Ragnar Helgi með glæsilega sendingu. Kristinn setur þetta onni. Góð stóðsending. Þetta er akkurat það sem þeir eru að gera. Þeir eru að reyna að koma boltanum inn á miðsvæðið og reyna að sprengja vörnina þannig. Ég held að Njarðvíkingar hafa fengið, eins og segi, voru með 5 af 17 í fyrsta leikluta og vel gert. Þetta verður hann að klára. Breki með annað sóknarfrákast og skora. Snorri verður að klára þetta en Breki kom hann til bjargar. Setti sóknarfrákast í. Kristinn. Spilaði vel, galopið inn í miðjuna. Virkilega vel spila. Kristinn klúraði frákastið sjálfur og hann klúrar aftur. Þeir virðast ekkert að laga nýtingunni hjá sér. Þeir eru að fá mikið á opnum færum. Já, virkilega mikið að leiðum. Oddur fær boltan, senda hann í hornið. Þeir eru að leika, þetta er skref. Þeir eru að leita mikið að boltanum, fá hann í hornið og senda síðan þar inn á miðsvæði. Já, menn eru að hreyfa boltan mjög vel á móti svæðisvörnum. Staðan er 13-17 fyrir Blikana. Þeir halda áfram bara að hægja aðeins á þeim. Þetta var nú ekki vel gert. Nei, já. Varnarleikurinn alveg, en einhvað sem er mjög vel gert hjá Ragnari. Góð sending og beint í leiðu. Manni finnst svona eins og af því að Njarðvíkingarnir eru með það mörg skot. Það er svona þegar skotið fara að detta hjá þeim og þá finnst manni eins og þeir ná svona kannski að jafna svona aðeins
jafna sig þess á þessari skotendingu hjá sér. Já. Ekki sammála því? Jú. Reyndar eru svo sem að ná fullt af sóknarfrákustum og þess vegna kannski nýtingin hjá þeim ekki eins góð. Já. Skrín handa frá Snorra, Oddur með boltan, sendar hann inn á Breka. Breki gerði þetta vel. Já, svo sterkt þarna á Kristinn. Og eru grimmir í frákostunum og villa. Eru bara rosalega duglegir í frákostunum. Bæði lið eru að, þú sér þið, Njarðvíkingar voru með 10 sóknarfrákost í fyrri hálfleik. Voru Blikarnir búin að ná 3 bara á stuttum tíma. Já. Þannig að það sé ekki bara fleiri sóknarfrákost heldur en varnarfrákost. Já, það eru allavega í fyrri. Blikarnir voru reynda bara með 2 í fyrsta leikluta. Já, sér það að í fyrsta leikluta eru Njarðvíkingar með 10 sóknarfrákost en 5 varnarfrákost. Já. Góð sending. Þarna verða menn að vera á gólfinu. Þetta var villa. Þetta er þriðja viljan þar sem að menn eru að reyna að ná eftir manni eftir að búin að missa mannin fram með sér. Þeir þurfa að hreyfa lappirnar aðeins betur. Það eru of ungir þessir. Jón Ótti hefði alltaf dæmt á þetta. Hvers skipti? Þeir eru bara, hefði þetta að læra það greið. Já. Þeir halda áfram við svona svipaða fléttur. Þetta var glæsilega gert. Virkilega vel gert. Glæsilega gert. Leikmann nr. 11, Aron Brynjar Þórðarsson. Mjög vel gert. Lipur strákur. Já, það virkar íþróttastrákur. Þeir halda áfram í 30 svæði. Sjáum samt að númer 15 hjá Breiðablik, Víkingur, hann virðist vera að elta samt Kristinn núna. Já. Hvort þau séu í box 1 eða einhverju svoleiðis. Já. Og Brynjar með þriggastærskot. Það klikkar. Það var að flýta svo svolítið mikið þannig í þessu skoti. Já. Það hafði ekki átt vonað að vera svona opinn í honum. Kristi sækir sterta körni. Og glæsileg sending. Virkilega vel gert. Frábær sending. Og Adam Eiður skorar eftir góða sendingu frá honum Ragnari. Og fær 1 vítaskot að auki. 1 víti að auki. Skipting. Matthías kemur inn á fyrir Odd. Og setja á sig þennan fína plástur hérna, rétt fyrir ofan augabrúnina. Það hefur greinilega verið aðeins samstuðið á hann. Adam er á vítalínu. Heldur hann setja hann? Já, hann setur hann. Já, beint honi. Þeir fara í 2-1. Sjá það, Brynjar er að koma, er svona þeirra aðal bakverðir greinilega. Já. Kemur upp með boltan. Vel gert. Atli var með glæsilega vörðan að stela boltanum. Og þetta gleyma Blikarnir sér á bakvið. Jón Arnór skorar. Ný kom inn og setur strax korfu. Það er 18-19 fyrir Blikarna. Þeir eru duglegir að leysa pressuna. Þeir væru skynsamari svona aðeins hérna á hálfum velli. Þá væru kannski ekki með að tapa bolta hérna. Já, svona eftir eru búin að breyta hana. Það er að skjóta sér inn í gatið. Víkingur. Missir bolt. Vel spilað samt. Það var mjög vel spilað. Glæsilega. Ragnar Helgi skorar. Og Njarðvíkingar komnir yfir. 22-19. Það vantar körfu hefðum á þeim. Nú þurfa þeir að vera bara svolítið skynsamir. Þeir eru komnir að hálfa völl og setja upp. Það er svo rólegir svona. Þeir veistu vera svona 10 sekundur eftir. Já, vel gert hjá Brynjari. Já, virkilega vel gert. Kristi með varið skot. Já, virkilega góð vörn. Það var ekki dæmt á þetta. Mikill kontaktur verður ekki neitt en já. Dómararnir sjá þetta betur en við. Og fá afturskiptingu og kemur Breki inn á fyrir Víking. Stutt stopp hjá honum á bekknum. Já. Sjáum að þeir eru mjög. Blikarnir setja alltaf hérna Snorra beint inn á miðjuna og fara með hann hérna. Þar er hann að nota. Þetta var glæsilega kemur. Kristi með gott frákast. Ragnar keyrir upp boltan. Hann klikkar. Ekki segja þetta hafi verið sending. Leikum með 10 með þriggastæðskot.
og Breki með frákastið. Njarðvíkingarnir áfram í svæðisvörn, 2-3. Vantar einhvern inn á miðsvæðið. Matthías með varið skot. Blikarnir ná boltanum aftur. Og Brynjar Karl skorar. 22-21. Brynjar með 4 stig. Góð barátta. Vel lokað. Já, frábær sending. Hann klikkaði á þessu. Þetta klára þetta. Fínt frákast hjá Breka. Hann hefði þetta klárað þetta færi. Já. Og búið til hérna glufu fyrir hann að skora og þetta var mjög góð vörn. Þeir eru mjög aggressífir hérna varnarlega. Já, virkilega aggressífir. Ragnar Helgi skoraði auðvelt layup. Og Blikarnir taka leiksíða vantilega. Það er 24-21. Sjáum það að hérna leið og Njarðvíkingar setja smá svona pressu hérna varnarlega þá verðast Blikarnir svona aðeins nændi smá vandræði með það. Já, leiðu fara að pressa á boltan og þá svona fara Blikarnir svolítið að hörfa aftur. Og Njarðvíkingar að græða mikið á því núna. Já, það er núna undanfarið eru búin að fá mjög mikið layup. Já, bara mjög auðvelt að körfu. Þegar þú ert komin í bikarinn þá er þetta stiginn sem að telja virkilega mikið fyrir. Ef þú nærðu auðvitað körfum og þá nærðu kannski að slíta aðeins frá hinu liðinu. Já. Ragnar Helgi kom með 8 stig og Adam Eiður er með 5. Kristján Örn er með 4 og Kristinn er með 3 stig. Síðan er Jón Arnar og Atli Karl með 2 fyrir Njarðvík. Já, Blikunum er Aron með 6. Snorri, Brynjar og Breki allir með 4 stig og svo Matthías með 3. Það var 1 mínúta eftir af fyrri hálfleik. Hvað heldur þú nú að voru Blikarnir að taka leiklið? Hvað heldur að þeir svona sé að teikna upp? Ég hugsa að þeir fari í 3-2 núna. Þeir eru búin að vera í 2-3 núna og hérna fari í 3-2 svæðisvörn og hérna sóknarlega held að þeir finni hæpostið svolítið betur í svæðinu. Það var Njarðvík komið í 3-2. Njarðvíkingarnir farið til 3-2. Sjáum hvað gerist núna. Sjáu þeir eru samt rosalega aggressífir hérna fram. Svo Blikarnir veit ekki alveg hvernig þeir eiga að höndla þetta. Þetta var vel gert. Fínt sóknarfrákast og villa. Þetta var hárið. Þetta sótt hann. Já, rosa grimmur. Villaleikmannur 11 með Adam Eiður. Þetta var fínt fyrir Blikana. Hann fáði þér allavega tækifæri til þess að fara á línuna og fá 2 stig. Já, nú þurfum við bara að setja það niður. Þessi var af. Voru Blikarnir 0-3 með vítum í leiknum. Þetta 3. víti og eru búin að klikka þeim öllum. Senda loksins honni. Svo sjáum við hvort að þeir fari í svæði. Þeir eru í 2-3. Þeir eru 2-3. Og sjáum að Njarðvíkingar eru mjög svona flinkir á high-lowi hjá þessu. Já, þeir eru mjög hreyfanlegri heldur í Blikarnir. Brekinn er að stela boltanum, slæðar hendinn í boltan. Hann virðist vera pínu óöruggur. Já, sjá þetta. Þetta var erfið sending yfir alla miðjuna. 9 sekúndur eftir að skólingu. Og Matthías með 3 stiga skot. Það klikkar. Og Adam tekur frákastið. Sjá að Kristinn, það eru 4 sekúndur eftir. Hann fær skrín hérna á toppnum. Galoppi skot. Það klikkar. Einhver fínt skot. 24-22 eftir fyrri hálfleik. Það er búinn að vera kaflaskiptur leikur. Já. Blikarnir byrjuðu þetta fínt og svo svona þegar Njarðvíkingar fóru að setja layupin hérna inni þá náðu þeir að komast aðeins yfir. Já, náðu hvað mest 5 stöðum yfir. En þetta er 2 stiga leikur og hérna það verður bara örkuð spennandi að sjá seinni hálfleikinn. Spennandi að sjá seinni hálfleikinn. Kom eftir skamma stund.
Boltinn í beinni með Mílu og Sport-TV. Míla. Lífæð samskipt. Okkur hefur lengi dreymt tímaflakk. Þegar Einstein sýndi fram á að tíminn væri afstæður, urðu ferðalög til framtíðarinnar bara tímaspursmál. Öllu flóknara var að ferðast til fortíðarinnar. En ekki lengur. Sjónvarp Símans hefur nefnilega breytt fjarstýringunni í tímavél. Þú velur sjónvarpsstöð, smellir á á fjarstýringunni og getur valið dagskráliði allt að sólarhring aftur í tímann. Grunn áskrift að sjónvarpi Símans fylgja 7 erlendar rásir, aðgangur að Skjá Bíó með yfir 5.000 titlum og möguleiki á áskrift að öllum íslensku stöðunum og 80 erlendum. Mistur af uppáhaldsþættinum þínum áðan? Smelltu bara á og flakkaðu aftur í tímann. Síminn. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reitir fasteignafélag. Ég man þegar ég var lítil stelpa og fór á pæjumóti í Vestmannaeyjum. Ég eignaðist fullt af góðum vinkonum og manni leið eiginlega eins og maður væri að fara að spila HM með EM. Það var alltaf draumurinn að spila með landsliðinu og ég er mjög stolt af því að hafa komist hingað. Það er gaman að sjá þessar ungu fótboltastelpur og hvað það er frábær efniviður í íslenskum kvennafótbolta í dag. Komdu og sjáðu glæsilegt úrval af LG-sjónvarpum í hátækni. Hlaðinn tækninýjungum eins og Smart TV, Cinema 3D, innbyggðu Wi-Fi og fleira. Þú færð LG-sjónvarp í hátækni, Ármúla 26. Sísí, þetta er að koma hjá stráknum. Ekki snúa hnakknum öfugt. Sísí, ertu þarna? Frábært. 10 gigabæta niðurhald fyrir 500 krónur á mánuði. Sýndu mömmu. Tal. Svona á samband að vera. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Panta á netinu eða með appinu og fylgstu með frá pöntun til afhendingar. Dominos. Frá þeim sem færð okkur Alice in Wonderland og leikstjóra Spiderman þríleiksins. Am I dreaming? You're in Oz. That's my name. Everyone calls me Oz. I shall be your loyal servant. My bag, monkey. You're the only one strong enough to save us all. Just because she jumped off the cliff, you're gonna jump off the cliff? I have wings. That's not funny! Oz, The Great and Powerful, frumsýnd 8. mars. Vissir þú að það eru 9 A-landsliðsmenn í handbolta sem spila allir í A6? Sjónvarp Símans hefur breytt fjarstýringunni í tímavél. Mistur af uppáhaldsþættinum þínum áðan? Smelltu bara á og flakkaðu aftur í tímann. Síminn.
Það vorum við komin aftur og þeir seinni hálfleikur að hefjast. Ef við förum svona aðeins yfir tölfræði kannski fyrri hálfleiks. Þá voru Ragnar Helgi með 8 stig, 3 stóðstíka, 3 stolna og 2 fráköst. Kristinn var með 3 stig, 7 fráköst, 3 stóðstíkar. Og Atli Karl var með 7 fráköst og 2 stig. Hjá Blikunum er Snorri með 6 fráköst og 5 stig. Breki með 9 fráköst og 4 stig. Átti virkilega fínan svona frákastaleik á hann í fyrri hálfleik. Og Brynjar Karl með 4 stig og 3 fráköst. Svona helst athyglisvert að Kristinn Pálsson spilaði alla fyrri hálfleika með 1-9 í tveggjastaðaskotum. Rétt 11% nýtingu. Ég hef ekki að spá því að seinni hálfleikur verði hjá honum aðeins betri þá. Já, hann nú að setja þetta í. Já, saman Njarðvíkingar hefja leik. Snorrinn af frákastinu. Og Brynjar Karl kemur upp með boltan. Það er mikið spil á svæði í þessum leik. Það er nú bara rétt byrjuðu Njarðvíkingar í maður og mann og síðan bara svæði. Vel stóli hjá Ragnari. Það var 2 af 1. Ragnar klárar þetta vel. Já, virkilega vel gert. Komið 10 stig. Flottu stólna, komið 4 stólna og 10 stig. Sjá, þeir eru svolítið staðir, Blikarnir. Rosa hikandi í sínum aðgerðum. Vantar svolítið, já, og kemur seti hjálpinn. Þetta ættu þau nú bara að gildra hann í horninu. Þegar hann kom með hann í horni, bara gildra hann alveg. Já. Erfitt skot. Kristján náði góðu frákasti. Snorri með frákast. Snorri bara allt í öllu. Hann allstaðar á vellinum. Byrjar aftur einhverju svona algjöru vissinni. Mattias með þriggjastaðarskot. Brynjar Karl tekur svona frákast og sækir inn í. Þetta þurfa að gera miklu meira af. Óöppið með skotið. Það var nú vel stíginn út hann Breki. Þarna gáður bara leiðin á korunni. Breki með frákasti. Hann komin í 10 frákast þá. Þeir eru svolítið, þeir þurfa að koma boltanum meira inn á miðsvæðið. Hann er galopinn hann að Breki búinn að biðja mann í smá tíma. 7 sekúndur eftir að klukkunni. Og nú fyrsta skiptið þegar það eru 3 sekúndur eftir fór boltinn inn á stóra strákana. Já. Spila 21 sekundu bara með bolta fyrir utan. Það þurfa kannski að láta boltan hreyfa hann aðeins betur hjá sér. Kristinn klikkar, þetta var nú bakkritík. Já. Ítti svolítið hraustlega í baki á honum. Þann 26-22 fyrir Njarðvík. Kristján var að fá sína aðra villu. En skildum við koma boltanum inn á vítalínuna. Já, boltinn fer niður. Sjáðu hvað verður þá galopið allt þarna baki. Þetta var mjög vel gert hjá það. Já, virkilega vel gert. Snorri sterkur. Rosalega góður að klára í svona aksjón. Hann er stigastur Blikarna með 7 stig. Ragnar Helgi með þrist. Vikar. Og Aron náði frákastinu. Þeir eru að halda áfram að reyna að koma boltanum inn. Já, ekki stoppa boltan svona mikið líka. Sækja inn í yðurnar. Sá þetta. Já. Og Ragnar Helgi að fá svona 3. villu. Nú er hann að passa þessu úti. Já, hann ekki fá 4. villuna strax. Spurning, heldur eina takin út af núna. Fyrir Mattias með þriggjastaðarskot. Það kemur Blikunum yfir. 27-26. Ég hugsa að eina reyna að halda honum eins mikið og hann getur inn á vellinum. Blikarnir inn í 2-3 svæði áfram. Þannig að það er hann að falla niður. Já. Góð sending. Og villa. Það er svona að hanga svolítið inn í teignum hann. Já. Kristján. Var hann full lengi á okkar mati inn í teign. Og fyrir Kristján á línuna. Hann er klikkar á fyrra.
Í fyrri hálfleik var hann 1 af 2. Hann er búinn að ekki góðan skotleik. Klikkar á seinna líka og Brynjar Karl á frákastinu. Sendir hann á Matthías. Já, þetta þurfa að gera miklu meira af. Bara sækja á þá. Sækja inn í eyðurnar. Verða svolítið grimmir. Fín hreyfing og mikil baráttu á frákastið. Kristján endar á því að taka frákastið þarna fyrir Njarðvíkinga. Kemur boltanum strax á Ragnar. Glæsileg sending, vel gert. Kristján með glæsilega körfu eftir góða sendingu frá Ragnari. 28-27, þetta er æsispennandi leikur. Þeir virðast hérna ná að halda sér alveg í við á blikarnir. Já. Samt finnst mann einhvern veginn allir aðgerðir hjá Njarðvík miklu svona ákveðnari og hérna mun betur smurðar heldur en hjá blikunum. Já, ég sammála. Það er svona virðist vera meira, það virðist svona aðeins meiri ró yfir Njarðvíkingum. Já. Alltaf blikarnir líka í fyrsta skipti í bikarúrslitaleik, en Njarðvíkingarnir hafa spiluð í fyrra og hafa spilað margir aðeins með eldri flokkum upp fyrir sig. Þetta sjáum við líka muninn á kannski svæði sókn Njarðvík og Breiðabliks. Ragnar Helgi núna 2 í röð er búinn að sækja mjög vel. Þeir setja hérna hátt skrín og hann sækir beint inn í miðuna. Já. Leið að það gerist, þá náttúrulega splitta þeir neðri, þá þarf einhver í neðri línuna að spila vörn. Þess vegna hefur Kristján skorað 4 stig og er að skora á vítalínni 2 núna ofan í. Sem að kemur Njarðvíkingum 3 stigum yfir. Það vantar einhvern svona grimman í blikaliðinu. Já, þeir eru að vera aggressívar að sækja inn í götin. Þeir eru nú sækjað hérna erfið sending sem hafðist þó. Já. Þarna serðu þið, þarna sækja þeir inn í. Þetta þarf hann að klára, vel gert. Miklu harfylgi, skora Snorri. Hann er komið 9 stig, 30-29. Þarna sóttu þeir aðeins inn í miðuna. Sjáum við Kristinn kemur upp á high post. Setur hindrun. Þarna þarf hann að vera í gólfinu, Breki. Já. Og vill á auki. Þetta var klaufalegt. Algjör óþarfi fyrir hann að hoppa svona. Hann er metri hærri heldur en Njarðvíkingurinn. Þetta var klaufalegt hjá blikunum. Ef hann hefði verið á gólfinu þá hefði hann ekki gefið og svo Matthías braut klaufalega á sér. Já. Komið 3 villur. Það er vel gert hjá Kristjáni. Sótti þetta hana. Það fær 1 skot á auki. Sem hann setur ofan í. Setur það. Njarðvíkingar setja í pressu. Sjá að Matthías er komið með 3 villur. Vel gert. Þarna svaraði strákurinn. Braut af sér hérna hinum meginn og fær síðan 3-point playi núna. Og Njarðvíkingar taka leikhlé. Já, vel gert hjá honum. Já, virkilega flott hjá honum. Og sterta á móti, þetta er kannski ekki það skynsamlegasta en hann kláraði þetta vel. Og kannski áhugaefni fyrir Njarðvíkinga að Ragnar Helgi var að fá svona 4. villu. Já. Það geti verið mjög erfitt fyrir þá ef að þurfa að kippa honum út. Hann er búinn að vera svona heilinn á bakvið sóknarleikara. Það verður forvitnilegt að sjá hvað Einar Árni er teiknað þá upp núna. Hvort að það er 3 mínútur eftir að 3. leikluta. Hvort að hann hvíla hann aðeins núna eða hvað gerist. Já, ég hugsa að reyna að hvíla hann í þessu leikluta og komi með það bara strax inn í 4. Hver heldur þá sé svona fara að taka þá boltan upp fyrir Njarðvíkinga og reynir svona að halda áfram. Þeir eru búin að vera flinkir í að sækja inn í eyðurnar sem að myndast. Já, það er spurning hvort að þeir láta Kristinn hefur stundum verið að taka upp boltan en þeir þurfa hann samt inn í. En það er spurning, þeir eiga nokkra hérna, Jón Arnar, hérna, sonur Sverris. Hann er mjög flinkur með boltan, hann er reyndar árið yngri en það er spurning hvort að hann geti tekið við á vargarnari. Hann kemur einmitt inn á hérna síðan. Já, við sáum að Ragnar fær sér sæti. Jón Arnar inn á. Það verður forvitnilegt að sjá hvað gerist núna. Nú er svona sjáum hvernig Njarðvíkingar ná að leysa á þessu. Að vera að fá svona kannski sinn helsta point guard í smá villavandræði. Já.
Matthías algjöran leiðtoga í liðinu. Matthías á línu með 1 víti. Hún kom með 8 stig. Hún að leika vel, kom mikið barátt í honum. Já. Hann klikkar að Snorri næstu í sóknarfrákastinu, en Kristinn, við sjáum að Kristinn komið upp með boltan. Sendur á Kristján. Og Breki næði frákastinu. Hann komin í 11-12 frákast, hann Breki. Klaufi hann Brynjar. Driplaði fótinn á sér. Þeir þurfa nú að nýta þessi færi betur, blikarnir, eða þeir ætla að halda áfram, eða komast yfir í þessu leik. Við sjáum að Kristinn orðinn svona miðjubækurur. Vel gert. Og Kristján, hann klikkar og Breki með enn 1 frákasti. Þetta var nú villa, en góð barátt engu að síður. Og Kristinn... Nei, erfitt skot, hann setur það í. 35-31. Fyrir Njarðvík. Á svingunum. Nú sjáum við miklu meiri hreyfing á menn. Og gott skot kemur. Atli Karls næði frákastinu. Og Kristinn byrjar að taka upp boltan. Svo dreifir spilinu hjá þeim. Kristinn með 3 stiga skot. Nú sjáum við Njarðvíkinga að þeir eru orðnir rægir. Já, eru ekki eins aggressífir að körfunni. Nei, þeir eru byrjað að henda bara boltanum sín á milli hérna fyrir utan þryggjastalínuna. Svo Brynjar kalla Snorra út. Svona overlóta hérna aðeins. Nú þurfum við að láta bolta vinna þegar þeir eru komin með þarna. Þetta var vel gert. Glæsileg karfa. Þetta var vel gert. Þú leiða þeir sækja svona aðeins inn í miðinu. Þá fá þeir vörnina til þess að hjálpa og þá verður opinn maður á bakvið. Já, þá var allt orðið opið. Jón Arnar setur hindrun. Alveg galopið, vel gert. Virkilega vel gert. Óhöfið með skoti. Óhöfið með skoti þannig, Kristinn. Ekki að klára vel í dag. Nei, hann er 2 af 11, 2 af 12. Þetta 10% nýtingu. Hann er samt að skjóta, það verður ekki tekið á hann. Hann er búinn að vera duglegur og vera að hjálpa sínu liði. Já, hann er að komast í fín færi. Og þetta bara að klára í kringu kuruna. Klikkar á vítinu. Staðan er 35-33 og rétt undir 1 mínúta eftir af 3. leikluta. Hann skorar á seinna vítinu 36-33. Og sjáum að Njarðvíkarnir eru búin að breyta aðeins til. Þeir eru konur í 2-1-2 pressu. Ekki nema einhver hafi gleymt sér. Erfitt hjá Kristinn með góða vörn. Það var dálítið erfitt fyrir Brynjar Karl, en Kristinn gerði vel, blokkaði hann og náði frákastinu á honum. Svolítið erfitt fyrir hann að fara beint á móti Kristni. Það er kannski ekki alveg auðveldasta leiðin. Nú sjáum við, og kemur þetta hindrun, hann sækir reyndar inn í. Þetta er skref. Ég er ekki endilega að sammála þessum dóm. Nei. Sjáum við, 25 sekúndur eftir. Brynjar Karl með boltan hérna upp á toppnum. Svolítið mikið dripp. Svolítið mikið svona, í staðis að láta kannski bolta vinna og... vel gert. Nei, vel stólinn hjá Kristni. Matthías styrir honum aftur. Dæmdu fótur. Þetta meina engan Njarðvíkingur hafi náð að stela boltan. Blikarnir eiga innkast, 7 sekúndur eftir. 7,3. Sett upp í svona línu. Þarna var Breki alveg galopinn í leið. Vel stólinn bolti. Jón Arnar og hann endar, setur 2 stig í leið og klukkan kemur. Það var 38-33. Það er klaufulegt hjá Blikunum að ná ekki betra skot þetta. Já, Breki var líka alveg galopinn eftir innkastið. Það er dýrt að kannski missa boltan á 7 sekúndur eftir og fá á sig 2 stig í stað þess að skora 2 stig. Já, nota klukkun alveg út. Já. Þetta var fjöllegur leikluti, margt sem gerðist, Ragnar Helgi fyrir 4 villur og Njarðvíkingarnir að leysa þetta ágætlega. Það kom svona smá hikst á það, en þeir eru duglegri samt að sækja inn í miðina. Já. Kristinn er að gera vel, hann er að sækja á körfuna og þeir eru að fá tölvöld út af því.
voru forvitnilegt að sjá hérna hvað Blikarnir ætla að gera núna. Þeir verða að fara að sækja svona meiri skora kannski auðveldari körfur og það verður dálítið erfitt fyrir þá. Þeir verða eiginlega að líta svolítið betur inn í bara í upphafi hverju sóknar. Þeir eru svolítið mikið að henda boltanum sín á milli í þryggjasta línuna og síðan sjáður menn þeir eru undir 10 sekúndur eftir inn í vítategnum. Já. Sjáum við til dæmis eins og hún Breki með 12 fráköst. Hún spila mjög vel. Og Kristinn komin í 11 fráköst. Hún með 3-13 í tveggja skotningu. Men Njarðvíkingar hafa reyndar lagað skotningunni hjá sér töluvert frá byrjun leiks. Þeir eru konið 36% skotningu í tveggja. En 0 af 8 í þriggja. Við sjáum að Blikarnir eru að tapa 18 boltum meðan að Njarðvíkingar eru að tapa 9 boltum. Það svolítið munur þar á milli. Já, mjög mikið. Sérstaklega það sem að Blikarnir eru ofta að tapa boltum sem að leiða bara í körfu. Já, bara beint upp í leiða. Þannig að við sjáum að Ragnar ennþá út af. Það er láta boltan núna að rúlla vel. Það er að sjá inn í líka. Þeir þurfa að sjá Breka þarna. Breki bara... Ég veit ekki hvað Breki þarf að gera þarna til að fá boltan. Þetta er skref sennilega. Já. Þetta var sennilega rétti dómur. Já, ég held að hann tiplaði þarna eitthvað. Við sjáum að Breki, hann veifar vængjónum en hann bara fær ekki boltan. Blikarnir í svæði. Gefa Jón Arnar með þriggjastiga. Flott frákast. Njarðvíkingar fá annan séns. Breki með frákast. Hann misti boltan hann að sýndist mér. Mattías og Brynjar Karl. Þetta er svo lengi, þeir eru að grípa boltan og spá og spöglera í staðinn fyrir að bara láta boltan vinna áfram. 7 sekúndur eftir að klukkunni, 6. Já, glæsilegt. Aron með þriggjastiga körfu. Þetta var vel gert, lítið eftir að klukkunni og 38-36 og Aron stelur boltan. Þetta bara sjálfur. Þetta var frábærlega gert hjá hann. Hann fór þarna sterkt á Kristinn og jafnar leikinn 38-38. Þetta var frábær kafli, kom með 5 stig. Nú er gaman að sjá hvort að þetta gefur ykkur í blíkunum von og Breki vel skotið. Þetta voru Njarðvíkingar samt að sækja vel inn á körfunni, þetta var nokkuð vel gert hjá þeir. Já, bara mjög vel spilað, byrja að fara að hæpast og síðan í kött á körfu. Kristinn boltan, það er erfitt skot. Snorri tekur frákastið, þetta var góð vörn. Sækir inn í, vel gert. Nú er Blikarnir bara að skora 7 stig í röð. Honum yfir, 40-38. Það gerðist akkurat það sem við vorum að tala um. Nú fóru þeir að sækja körfunni. Þeir búin að skora núna 4 stig þar sem þeir eru að sækja bara leiða. Tökur stúkan við sér. Kristinn með gott frákast. Og villa, þetta var hárréttur dómur. Þetta sótt hann. Nú er hann að fara að setja vítið sín núni. Hann er 4-8 á línunni so far í leiknum. Ragnar Helgi kemur inn á fyrir Jón Arnór. Breki var að fá svona 3. villu. Voru 6 mínútur eftir leiknum. Bara orðið búið að vera hörku spennandi leikur. Þræl skemmtilegu leikur. 2 hörku liða að spila. Hann setur fyrra vitið 39-40 fyrir Blikana. Og seinna. Og jafnar. Og Ragnar Helgi kom inn og var hann að passa sig, má hann ekki fá 50 villan. Það var klaufalegt. Algjör óþarfi. Atli Karl braut hann að klaufalega á sér. Það kom með 2 villur, þannig að ætti ekki að koma sök. Léleg sending. Kristinn stelur boltanum, gefur á Ragnar og fer beint inn í hjartað. Vel gert. Og Kristinn með sóknarfrákast. Gefur hann. Frábær sending. Kristinn klikkar. Vel sótt frákast. Atli Karl tekur hann flott sóknarfrákast og leggur hann í. Og sjáum hvað Njarðvíkingar verður miklu grimmari, bara leið og Ragnar kemur inn og það er eins og bara sjálfstöðst bara... Brynjar Karl líður. Atli Karl stelur boltanum. Og afsendingur. Aftasti maður.
Erum við sammála þessu? Já, er það ekki? Já, hann reyndi nú samt í boltan hana en hérna, þetta var svolítið svona gróft. Blikarnir taka leikli. Þetta er náttúrulega bikarúrslit, þannig að það er spurning hvort að... Já, en það skiptir ekki kannski máli hvað leikurinn er. Nei, það. Þetta var vel gert hjá Atla Karli. Njarðvíkingar setja mikla pressu hérna á framvöllin, þannig að... Við sjáum bara hvernig, bara allt í einu urðu þeir miklu grimmari og hérna, bæði grimmari að sækja köruna og grimmari hérna varnarlega. Það er að skila þeim núna, það eru konir yfir. Já. Og fá 2 víti á boltan, þannig að þetta getur verið mjög mikilvægt fyrir Njarðvíkingar að nýta þetta núna. Já, rosalega dýr ásendingur. Já, dýr tapaður bolti. Já, eiginlega, það er ekki miklu dýrar tapaður bolti. Þeir eru konir þeir voru með 18 tapaða bolta í byrjun 4 leikluta. Og eru þá komnir, já, allavega í 21. Það eru konir í 21, þannig að tapa núna 3 boltum. Sjá að Atli Karl fer á vítalínuna. Það er 2 víti. Það er ekki tekið víti enn í leiknum. Ég hugsa að setja við bæði. Það er stáltaugar. Vel gert. 43-40 fyrir Njarðvík. Seinna víti. Og það fer honni. 44-40. Nú er mikilvægt fyrir Blikana að ná að stoppa, þannig að þeir náðu góður 7-0 runni áðan að þeir verða að ná að stoppa núna. Það sjá. Vantar nú 1 stig á töfluna, er ekki 44-40? Jú, það er 44-40. Ragnar, erfitt skot, já, gott frákast. Það Brynjar Karl nær boltanum. 5 mínútur eftir að leiknum, það er nóg eftir. Já, vel gert. Þú sjáum nú setja hann inn. Þetta já. Þetta er æðisleg sókn. Virkilega vel gert. Þetta er þetta klára. Þarna eru boltinn fyrir inn á Breka. Og Breki er mjög flinkur að sjá sendingamöguleika út frá þegar þeir tvíteka hann niður. Já. Þetta var mjög góð Brynja með flott kött þarna og hérna með ekstra sendinguna á Snorra. Leikandi með að gera miklu meira þessu. Já, miklu meira. Snorri klikkar á vítinu. Klikkar á báðum. Það er Brynjar Karl. Já, Ragnar Helgi nær þessu frákasti. Miklu harfylgi. Sendur á Kristinn. Og hann skorar. 46-40. Kristinn kom í 14 stig. Sjá Breka niðri. Já, kött að. Þarna já. Fara sterkur á hann. Þetta var skrifað, já. Snorri er á frákastinu. Og klikkar. Og Kristinn að varta frákastinu. Sá er miklu meiri hraði í Njarðvíkingu þegar þeir eru svona að sækja upp völlin. Já. Miklu meiri hraði. Ragnar Helgi. Mun aggressívari. Staðan er 48-40. Ragnar Helgi var að setja sitt 12. stig. Og hvað, Njarðvíkingar búin að skora þá 8 stig í röð? Já. Eftir að staðan var... Já, þeir eru komin með 8 stig í röð. 40-40. Þessi óíþjórnumasta villa greinilega var dýrmætt fyrir Njarðvíkinga. Já. Glæsilegt skot. Við hljóta Blikarnir að taka leikli. Takaði leikli. Adam Eiður var að skora hrikalega mikilvæga þryggjastekkur. Já. Kemur Njarðvíkingur 11 stigum yfir. Og undir 4 mínútur eftir af 4 leikluta. Það verður spennandi að sjá hvað gerist núna. Nú verða Blikarnir að hægja aðeins á þeim. Nú eru Njarðvíkingar búin að skora, eins og segja, 11 stig núna, 11-0. Já, þeir verða að fara að stoppa það varnarlega og halda áfram. Þeir hafa svo sem ekkert verið að spila illa sóknarlega. En hérna, allavega búin að byrja að sækja inn í og þeir verða bara að halda því áfram. Bara setja bæði þessi layup-onni og þessi vítaskot sem verður að fá. Nú fer það að telja mjög mikið og þetta telur alla leikinn, en í lokin eru vítin oft dýrmættari heldur en
að setja það ofan í þar að segja. Í þessari stöðu, tíminn ef þú fer á línuna, klukkan stopp og þú vilt reyna að halda, þú verður að reyna að nýta vítiðina því að tíminn gengur ekki. Fyrir blikana það mikilvægt núna. Akkurat. Sá Njarðvíkingar halda áfram í 2-1-2 pressunni. Þeir eru í því núna. Þeir setja bara mann beint á Snorra á vítalínunni, á miðinni fyrir ekki. Jæja. Og 5. villan. 5. villan á Ragnar. Það var nú klaufulegt hjá honum. Þetta var mjög klaufuleg villan. Mjög klaufuleg. 3:41 eftir. Nú verður forvitnilegt að sjá hvað gerist. Þeir leystu þetta ágætlega með Kristinn áðan. Sjá. Brynjar Karl sækir. Þetta er svolítið þröngt allt. Svolítið mikið dribbli. Og erfið sending. Þetta var glæsileg vörn. Kristján með flottan stólinn. Kemur Adam setur hindrun. Kristinn nýtir hennar og reyndar ekki. Setur aftur þrist. Býstna víðsfjari. Adam tekur frákastið. 5 sekúndur eftir. Skóklíkunni og er að fara að skjóta. Það tekur hann frá miði. Neyðarskot. Og 3 mínútur eftir. 51-40 fyrir Njarðvík. Sjáum að leið og Ragnar er farin út að þá eru miklu staðar í sóknaraðgjörnum. Njarðvíkindir. Og svolítið, nú verður blikandi kannski að láta boltan vinna aðeins hraðar fyrir sig. Og svolítið mikið að dribbla, sjá hann að Brekkin galoppi niðri. Frábært. Og skora. Það er að virka rosalega vel, þeir eru að fá boltan niður á Brekka og þeir eru kötta í gegnum teginn. Adam Eiður hérna með mjög gott varnarfrákast. Fáum við hindrun. Þeir eru overlóta kantinn. Og þeir eru, ég er sammála, nú eru Njarðvíkingar ekki að láta boltan ekki að sækja þess mikið af körfunni eins og hafa verið að gera. Snorri með stólið. Og Matthías með þriggjarstæðskot. Óskynsamlegt skot. Já, og yfir Kristinn líka. Njarðvíkingar á frákastinu. Og Kristinn sækir hérna hratt á þá. Nú 2 mínútur og 10 sekúndur eftir á leiknum. Svo svona hver að vera síðastu fyrir blikana. Góð hugsun. Nú þurfum blikarnir að fá körfu. Þetta var vel gert. Sjá undir. Sækjum við Matthías galopið. Klikkar Kristinn með frákastið. Kristinn voru að vera að frákasta mjög vel í þessu leik. Og kominn með 14 frákast. Hann er búinn að stíga töluvert upp hérna í seinni hálfleik. 14 stig og 14 frákast. Og 8 sekúndur eftir á skóklíkunni. Glæsilegt. Vel gert, vel séð. Þetta átti Kristján að klára. Þetta var eins og vel spilað Njarðvíkingum. Voru óheppnir með skotið. Nú er 1,5 mínútu eftir. Blikarnir verða að fara að skora. Það er alltaf að eiga séns á að vinna leikinn. Nota gólfið. Sjáum hvað blikarnir gera. 80 sekúndur eftir á skóklíkunni. Frábært. Virkilega vel gert. Við hefðum þurft að gera miklu meira þessu. Miklu meira. Nú voru blikarnir vantilega að pressa. Hraða aðeins á Njarðvíkingum. 51-42, 9 stiga munur. 1:10 eftir. Vel spilaður Njarðvík. Frákast blikar. Og kera. Aron með gott frákast. Senda bara aftur niður á Brekka. Hann er að sækja á. Hvað er köttið? Hann þarf að gera. Hvað er þessi maður verið? Virkilega vel gert. Það var glæsilega gert. 44-51. Hálf mínútu eftir. Blikarnir verða að pressa, þeir verða að brjóta á honum. Þeir geta ekki nota klukkuna, þeir verða að fá boltan. 7 sekúndur. Þeir eru ekki nú. Þetta var skref. 30 sekúndur eftir. Þetta er 7 stiga munur. Þeir þurfa að fljóta körfu. Þetta að taka leik. Eru leiklíninni. Sækja körfunni.
Hann Brynjar með 3 stiga, hans klikkar og Jón Arnar með frákastið. Blikarnir virðast vera hættir, þeir ætla ekki að brjóta. Svo trúin sé ekki til staðar núna. Kristi með boltan og hann kemur víti. Nei, það er ekki skotréttur. Njarðvíkingar eru nú að sigla þessi höfn. Já. Blikarnir hefði þurft að kannski brjóta þess fyrr. 7 sekúndur eftir. Njarðvíkingar eru bikarmeistarar 2013. Þeir vinna 51-44. Glæsilegt. Óskur Njarðvíkingar til hamingju. Blikarnir áttu nú góðan leik. Já, virkilega góðan leik. Það er viljað að sjá. Það voru flottir hérna, eins og Breki í restina. Það sýndi alveg klárlega að hann var duglegur eða sótt á körning. Já, þeir hefðu þurft að leita meira á honum, svona fyrr í leiknum. Það er virkilega skemmtilegur leikur og hérna við óskum Njarðvíkingum bara innilega til hamingju. Sjáum við ef við förum svona yfir helstu stigaskor leiksins. Já. Ef við förum svona yfir helstu stigaskor leiksins. Það voru Aron og Snorri í Blikaliðinu með 11 stig hvor og Breki og Matthías voru með 8 stig hvor. Breki var með 13 fráköst. Sjáum við Blikarnir stíga upp á hérna pallinn, taka við silfurverðlaunum sínum. Síðan var Brynjar Karl með 6 stig og 6 fráköst í liði Blikarna. Í liði Njarðvíkinga var Kristinn með 14 stig og 16 fráköst, 6 varin skot og 6 fiskaðar villur. Átti frábæra dag, skotendingina svo kannski ekki upp á það besta en hann átti flottan dag. Og Ragnar Helgi var með 12 stig, 6 stóðsendingar, 3 fráköst, 4 stolna. Adam Eði var með 8 stig og 4 fráköst og Atli Karl mjög mikla baráttu í frákostunum með 11 frákost og 6 stig. Þannig að ég held að Njarðvíkingar sé bara vel að þessu konur. Nú sjáum við hérna Hannes hengi medalíunar yfir Blikana. Þeir getur nú verið stoltir af sinni framstöðu með þeirra að komast inn í fyrsta skiptið. Vonandi bara halda þær áfram að bæta sig og mæta sterkir í lokin, í úrslitin.
Já, voru Blikarnir þakka fyrir sig og Njarðvíkingar bikarmeistarar þeir stígu upp á pallinn. Kristinn og Ragnar Helgi leiða þann hóp. Með 14 stík, 16 fókus, 6 varðinskot, Kristinn Pálsson með 8. Og sama Kristinn Pálsson með mann leiksins. Það var flottur í leiknum, 14 stíg, 6 varðinskot og 16 fráköst. Það er ekki amalið framist að það. Hannesson hengir medalíuna hálsinn á strákunum. Spurning hvort við fáum ekki bara Kristinn í svona smá stutt spjall mann leiksins. Ég sé að Hjalti er á leiðinni niður á gólfið og þegar Hannes hefur lokið sér að þá ætlar hann að ná viðtali við hann. En flottur og skemmtilegur leikur er búinn hér. Var svona jafna alveg á köflum, við stóðum í 40-40. Fengur Blikar dæmdar á sig, reynda töpuðu boltanum og fengur dæmdar á sig óþjóttamannslega villu sem að breytti gangnum. Þá skoruðu Njarðvíkingar 11 stig í röð. Og síðan náðu Blikarnir ekki að svara nema bara með 4. Þannig að því fór sem fór. Við verðum vel að sérinu komnir. Nú sjáum við að nú kemur Hannes með bikarinn og veitir fyrirliðunum. Ragnar Helgi og Kristinn taka við þessu saman. Og bikarmeistarar Njarðvík 2013. Óskaðum innilega til hamingju með það. Sjáum hvort að Hjalti nái Kristinn í stuttu viðtal. Mikið af myndatökum fer fram hér. Nú virðist Hjalti vera að ná viðtali við Kristinn. Gefum boltan á hann. Var svolítið erfitt til að byrja með. 1 af 9 skotum í fyrri hálfleik. En þú komst og sýndir hvað þú ert góður í seinni hálfleik. Já, við byrjum bara að spila vörn í restina. Það var bara að lagaðist allt. Það var allt annað að sjá, áttu svona kafla sem voru gífurlega grimmir. Sjá voru svona það sem duttu aðeins niður. Er einhver skýring á því? Nei, þú veist,
þeir eru náttúrulega mjög góðir Breiðabliksmenn. Þeir byrjuðu náttúrulega að spila bara almennilega jafn vel og við, þannig að það var bara jafnt. Það var virkilega skemmtileg leikur og þú fórst svolítið fyrir þínum mönnum sem að Ragnar fékk sinni 5. villu og bara voru virkilega flottir og bara til hamingju með þetta. Boltinn í beinni með Mílu og Sport TV. Míla. Lífæð samskipt. Okkur hefur lengi dreymt tímaflakk. Þegar Einstein sýndi fram á að tíminn væri afstæður, urðu ferðalög til framtíðarinnar bara tímaspursmál. Öllu flóknara var að ferðast til fortíðarinnar. En ekki lengur. Sjónvarp Símans hefur nefnilega breytt fjarstýringunni í tímavél. Þú velur sjónvarpsstöð, smellir á á fjarstýringunni og getur valið dagskráliði allt að sólarhring aftur í tímann. Grunn áskrift að sjónvarpi Símans fylgja 7 erlendar rásir, aðgangur að Skjá Bíó með yfir 5.000 titlum og möguleiki á áskrift að öllum íslensku stöðunum og 80 erlendum. Mistur af uppáhaldsþættinum þínum áðan? Smelltu bara á og flakkaðu aftur í tímann. Síminn. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reytir fasteignafélag. Ég man þegar ég var lítil stelpa og fór á pæjumóti í Vestmannaeyjum. Ég eignaðist fullt af góðum vinkonum og manni leið eiginlega eins og maður væri að fara að spila HM með EM. Það var alltaf draumurinn að spila með landsliðinu og ég er mjög stolt af því